fundargestir. Í dag ætla ég að fjalla málefni sem mér ofarlega í huga og viðkemur minni starfsgrein. En byrjum að einu. Hver er ég? Sigurður Stefánsson heiti ég, lærður húsasmiður og útskrifaðist maí 2013 og hef verið að vinna við svona þessa iðgrein alveg frá því bara mann eftir mér. Hér í dag ætla ég að fjalla efni sem tengist þeirri iðngrein sem ég starfa í. Og nánar tiltekið ófaglæru vinnuafli í byggingariðnaðinum á Íslandi. Ástæðan fyrir þessu efnisvali var svo mér þótti mikið áhugjefni hversu mikla galla var að finna í nýbyggingum og hversu algeng sjón það er að sjá ófaglært vinnuafl starfandi í byggingariðnaði. Afleiðingar þess geta haft verulegan aukinn kostnað í för með sér fyrir fyrirtæki og skapa neikvæða ímynd í starfsgreininni. Ég mun byrja því að fjalla kosti og galla og af því að ráða inn ófaglært vinnuafl. Þar næst mun ég fjalla ábyrgð byggingarstjóra og iðnmeistara og lokum mun ég fjalla mikilvægi þess að verkframkvæmdir séu unnar af fagmönnum. Ég mun fjalla stuttlega hvern þátt og svara spurningum í lokin ef ykkur séu. Á síðastliðnum árum hefur færst í aukana að íslensk fyrirtæki ráða til sín útlendinga og fái til sín ómenntuð verkafólk. Þessi þróun var mest áberandi fyrir hrun þegar hagvöxturinn var mikill og næg atvinna var í boði. Kosturinn fyrir fyrirtæki við að ráða útlendinga og ómenntað verkafólk var aðalega hversu ódýrt vinnuafl það var. Vegna mikilla eftirspurna eftir iðnaðarmönnum var kostur fyrir byggingarverktaka að geta fengið útlendinga í vinnu til sín þar sem það var mikill skortur á íslenskum iðnaðarmönnum. Samkvæmt könnun sem gerð var árið 2007 kom í ljós að rúmlega þriðjungur starfsmanna innan byggingariðnaðarins voru verkamenn sem gátu ekki sýnt fram á innræti. Þegar litið tilbaka var ekki eins hagstætt fyrir mörg fyrirtæki að ráða til sín erlenda og ómennta vinnuafl eins og það leit út fyrir í fyrstu. Gallar sem hafa komið í ljós hafa aukist verulega í nýbyggingu á Íslandi og geta þeir haft í för með sér mikinn aukinn kostnað fyrir fyrirtæki. Áætlaður kostnaður tryggingafélaga við galla sem fundist í byggingum sem byggðar voru á árunum 1998 til 2012 nam 4 milljarða króna. Hver ber ábyrgðina? Samkvæmt mannvirkjalögum er ábyrgð á göllum í byggingum fyrst og fremst hjá byggingarstjóranum. Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum sem tóku gildi 1998 þá á að vera byggingarstjóri á öllum mannvirkjum sem byggð eru bæði í nýbyggingum og breytingum á eldra húsnæði. Samkvæmt lögum ber iðnmeistari ábyrgð á því gagnvart eiganda byggingarframkvæmda að sá verkþáttur sem hann tilheyrir undir sig unnin í samræmi við lög og reglugerðir. Það er mikilvægt að vekja menn til umhugsunar þessi atriði. Helsti markhópurinn er starfsstétt byggingariðnaðarins og það getur bæði átt við iðnaðarmenn og iðnmeistara auk þess sem byggingverkfræðingar og aðrir sérfræðingar eigi hlut að málinu. Umfangsefnið snýr einnig að hagsmunum hins almenna borgara, svo í raun mætti segja að efnið getur vakið áhuga víðast hvar. Ég dreg það ályktun að svo ókostir þess að ráða til þess ómenntað starfsfólk til að vinna vinnu faglæra iðnaðarmanna hljóta að eiga meira en kosti þess. Bæði hefur það í för með sér aukinn kostnað fyrir fyrirtæki sem getur leitt til að fyrirtæki fari í þrot sem hefur þá oftast slæm áhrif út í samfélagi sem við búum í en einnig skapar það neikvæða ímynd fyrir starfsheituna. Til dæmis ber fyrirtæki skapandi ábyrgð á verk sínum oftast til allavega eins árs sem getur leitt til þess að fyrirtæki ná ekki standa undir skuldbindingum sínum og eiga þar með hættu að fara í gjaldþrot. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að koma í veg fyrir galla nýbygginga með auknu eftirliti utanaðkomandi aðila.
og stuðla einnig að alla verkfræðingar séu unnar af fagmönnum. Þakka fyrir mig. Eitthvað spurningar? Já, ég meina, frá hvaða byggingarárum eru þessi gallar að koma í ljós? Já, eins og ég sagði áðan, þá var mikið galla í byggingum 2008 til 2012. Og getur maður tekið sem dæmi skuggahverfið, það sem það skiptum alla klæðninguna utan og það er bara búið að vera endalaust viðhald eftir að þessu byggingu var við. Og svo getum við líka nefnt dæmi Norðlingaholti sem er bara mjög illa farið og það er endalaust viðhald þar líka. Takk fyrir.